Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Það komið að loka vikunni fyrir úrslitaleikinn í meistaradeildinni. Það Tottenham á laugardaginn. Það er heldur betur að við förum að keyra núna prógramið í gang. Við ræðum að sjálfsögðu þennan leik. Ég held að hann verði eina dagskrá og kannski þá með aðalega áherslu á Tottenham með þessu sinni og við ætlum stefnum ekki á að vera með 2 þætti í þessari viku, tökum annan á föstudaginn. Steini og Maggi, þeir eru mættir á línuna. Algjörlega. Já, alveg klar. Allt klárt í slaginn og með okkur þessu sinni Birgir Ólafsson, formaður Tottenham-klúbsins. Ekki rétt mér, þú ekki bara búin að verða að fippa leiki og Kjartan Björnsson með Arsenal-klúbbinn? Stærlega velkomin. Jú, þetta fyrir að takk hérna fyrir og jú, þetta búið að vera ansi mörg ár sem maður búin að standa í þessu. Þetta svona eins og gengur að gerist í þessum félögum að það nú ekkert barist að stýra skutunni, sko. Nei, ég meina, ertu ekki að upplifa þá eitthvað skemmtilegast árið í þessari starfsemi í ár? Þetta náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt season, sko, það ekkert að neita því og það leikurinn á laugardaginn svona the cherry on the top en heilt að litið þá bara þetta tímabil búið að vera mjög gott með við mannskapinn og alla eyðsluna. Já, nákvæmlega. Það líka nýr völlur og svona, ertu búin að taka það út? Herru, ég fór á síðasta leikinn á tímabilinu og tók út völlinn. Þetta náttúrulega bara ótrúlegt mannvirki. Það virkar heldur betur þannig. Þetta það er alveg óhætt að segja, spennandi að kíkja á það, en að þetta er eins mikil upplifun að lítur út að vera, breytingin frá White Hart Lane. Já, klárlega, sko. Ég náttúrulega fór alveg ætli ekki að fara á cirka 100 leiki á White Hart Lane og svo fór ég núna á Wembley mörgum sinnum en að koma aftur á sama blettin og White Hart Lane var bara með glænýjan völl, þetta var bara með ólíkindum, sko. Maður bara neðri kjálkinn bara datt niður þegar maður var að labba þarna og við vorum svo heppnir að við fengum þessa smá túr völlinn daginn eftir leik, bara svona private. Það var mjög gaman. Já, nákvæmlega. Hvernig með þennan leik því að ekki toppar íslíkum Tottenham-mönnum sem hefur reynda eða komist yfir með að þessu sinni út í leikinn, Evrópuleikinn? Jú, það er náttúrulega klárlega verið að reyna að fá miða og síminn stoppaði ekki hjá mér þarna eftir seinni leikinn á móti Ajax að það var allir að biðja miða en eins og þið vitið bara sjálfur með ykkar megin með Liverpool miða að það voru ekki það margir miðar sem voru í boði á hana leik og svo náttúrulega bara menn sem eru búin að vera ársmiða að hafa í 40 ára eitthvað, þeir náttúrulega ganga klárlega fyrir og þannig að þetta var þannig séð óttalegt basl og flestir sem bara gáfust upp og sáu fram á fleiri 100.000 króna pakka að fara til Madridar og gista á hótel eina nótt og sjá leikinn. Já, það er bara saman við erum að upplifa. Þannig að við Íslendingarnir sem fylgjum þessum báðum þessum liðum og rétt rúmlega það, við verðum bara að búa til okkar stemmingu sjálf og ekki kannski ágætt að fara þessi yfir það. Við náttúrulega eins og kom ekki inn á í byrjun og glemdi alveg að koma á sponsortum að við erum í boði Egils Gull að sjálfsögðu, léttöl. Þeir ég held að hefur heyrt að því að þeir ætla að vera sterkir á þessum helstu börum, Rauða ljónið til dæmis. Allur Vesturbærinn held ég að fara þangað, þar verður risaskjár og Eiðistorgi og nóg pláss fyrir líklega flesta og þeir eru náttúrulega með Egils Gull á krana, þannig að við preppuð það þannig. Þið eru það ölver að það ekki Birgir og ég held að púlararnir séu það nú líka svona með alla jafna, en það getur nú orðið ansi þröngt á þingi þar og mögnu stemming í sikkorum salnum. Er ekki rétt hjá mér, þið ekki með sikkoran eitt salinn þar? Jú, mér skilst það sem sagt við verðum sem sagt frammi við stóra barinn og mér skilst að Liverpool-menn verði inn í salnum. Nákvæmlega. Steini, ertu ekki búin að setja stúku í hellinn? Jú, það er bara að vera að gera og græja. Það eru slatti af liði búið að melda sig inn, þannig að þetta verður svona eins og góður skemmtistöður, en ég skal lofa því, það verður ekki til neitt Egils Gull léttöl í hellinum. Og ég efast að það verði heldur á öðrum stöðum, þannig að þetta verður bara gamli góði Egils Gull og ekkert annað. En jú, það er
Það svona byggjast upp spenna og það verður þétt setið, ekki bara hér í hellinum, það verður þétt setið bara held ég á öllum stöðum sem að sýna leikinn og ég held að menn sé ekkert að fara að droppa inn og horfa á leikinn korter í leik eins og Íslendingar eiga nú til að gera, þá geta menn alveg bara gleymt þessu. Menn þurfa að bæta vel tímalega og bara gíra sig almennilega upp í þetta. Þetta á bara að njóta dagsins, þetta bara risadagur. Þetta líka svolítið svona eins og þessar stærstu myndir sem að þarf að horfa á í bíó, þetta leikur sem þarf helst að taka á pubbi eða svona innum fjöldan eða ekki. Jú, ég meina það muna allir hvar þeir voru, sérstaklega menn voru í einhverju svona aksjón þegar Istanbul fór fram. Ég búin að heyra margar sögur af Players og margar sögur af Ölver og þú vilt vera í ykkur svona geðveiki, þannig að klárt, þú ert ekki að fara að setja einn með puttan upp í munnunum út í horni og horfa á hann leik upp í sófa heima hjá þér. Þú vilt vera í aksjón, en síðan þetta getur verið misstórt, þetta getur verið í stærsta lagi eins og niður á Eiðistorgi þar sem verður einhver risaskjár og læti, eða hellirinn, það verður aðeins færra í hellinum þó hann verður pakkaður, en þetta svona misstórar einingar, en klárlega eiga menn að koma saman og hafa gaman. Nákvæmlega. Hvernig bara ef við förum aðeins áður en við byrjum Birgi, bara Tottenham klúbburinn eins og ég segi, þetta náttúrulega eitt af skemmtilegri árum svona fyrir stundum sem Tottenham, þetta tímabil og bara undanfarin árið þetta, ég meina, ekki klúbburinn það að dafna ágætlega í takti við það, eru til dæmis, þeir eru með ferðir það ekki út og eru það að fá einhverja kempur til landsins og slíkt? Jú, það hefur bara verið góður uppgangur í klúbbnum síðustu ár og bara búið aukning í rauninni bara frá því að ég kom inn í þetta fyrir að verða 10 árum síðan og náttúrulega þegar Gylfi kom til liðsins þá náttúrulega kom smá alda af nýjum Tottenhammönnum. Já, nákvæmlega. En jú, við höfum verið duglegir að fara í hópferðir og við sem sagt, ég tók það bara að mér fyrir einhverjum 4-5 árum síðan að ég bara tók að mér að skipuleggja hópferðirnar fyrir Tottenham-klúbbinn. Við erum ekki í samstarfi við neina ferðaskrifstofu eða neitt slíkt og höldum þar af leiðandi verðinu bara niður í bara nánast frítt, Og verðum aðganga miðum þá ágættulega? Já, þá fáum við bara miða bara beint frá klúbbnum og ég hef séð bara að bóka hótel og rútur og flug og þannig að pakkarnir sem við höfum verið að bjóða upp á hafa bara verið fáránlega ódýrir, 70 skall fyrir 3 nætur í London og sjá Tottenham City með hóteli og rútu og öllu, Já, þetta eitthvað sem við búum ekki alveg að hérna. Já, og það nú gaman að geta keypt miða beint frá félaginu. Jeremías góður, Já. Það hefur aðeins búið að þrengja undanfarin ár. Þannig já. Það eins og segið þegar við upplifa þessi leið ykkar í úrslit núna hefur nú verið ansi vígaleg. Var tekið Ölver til dæmis yfir Ajax-leiknum og þessum City, menn því að fengið náttúrulega 2 svona moment sem alveg episk í þessari keppni. Ja. Ég skal alveg segja, ég tók fyrirleikina á móti Dortmund niður Ölver og seinni leikinn í sófanum heima. Svo tók ég fyrirleikina á móti Man City niður Ölver og ég tók seinni leikinn í sófanum heima. Þannig að ég ákvað bara með Ajax að gera það sama. Ég tók fyrirleikinn á Ölver og seinni leikinn í sófanum. Og þannig að ég gat fagnað þarna eins og bavían inn í stofu hjá mér. Það var bara mjög gaman. Þetta var líka alveg gjössan að loka sparkið í leiknum. Þetta allavega, tíminn var alveg búinn. Þetta var magnaður anskoti. Þannig að það var bara stemming, það var bara rauninni frábært að fá bæði þessi lið í undanúrslit og eiga það möguleika á að komast í úrslit. Það var bara rauninni fallegt fyrir þessa keppni. Þannig að við upplifum, þetta var ekki þannig þessi ósvipuð upplifun, útlitið var orðið það svart hjá okkur, þannig að ég held að upplifun fyrir þessa leiki sé nokkuð degins svipuð. Svona fyrir úrslit.
eins og einhver sagði sko þegar þetta comeback hjá Tottenham að vera 2-0 undir í hálfleik og samtals 3-0 að ná að snúi sér við þá sögðu menn að þetta væri bara besta comeback í meistardeildinni síðan í gær. Það var þegar Liverpool vann Barcelona. Ætla sé ekki eitthvað til í því. Herðu, förum aðeins að vinda okkur í bara bæði liðið og þennan leik. Ég veit ekki hvernig við formum dagskrá nákvæmlega. Maggi, ég kendi þín þú veist, það eru náttúrulega 3 vikur frá síðasta leik þegar liðin mætast, þú veist, bara fyrsta spurning á okkur eða fyrsta svona pæling hvort þetta að segja kannski fyrir fram en hvort liðið heldur að græði meira á því að þessi pása hafi komið. Þetta kannski svona vikum meira en vanalega held ég á þess að gera eitthvað stóra könnun á því. Ég held að þetta verður bara, ég held að við skipt máli fyrir bæði lið að fá pásu, það er leikilmenn meiddir eða búin að vera tæpir í síðustu leiki mótsins, þannig að þessi auka vika sem kemur til í ár frá því fyrra þýðir það til dæmis að fyrir mín að vera pottet klár sem að hefði að mér skilst verið tæpur til dæmis síðustu helgi og útlit fyrir að Kane geti verið að spila sem að mun skipta Tottenham heilmiklu máli. Þannig ég held að bæði liðir séu bara svolítið að svipum stað. Okkar lið hefur kannski þurft pínu meiri svona upprif í lok mótsins eftir að hafa mist hann titil þar. Þannig að kannski skiptir máli fyrir Klopp að fá lengri tíma með liðinu til þess að vinna það aðeins í gegn. En ég fer ekki dóra því og bara stend klár á því að þetta er 51-49% leikur mestalagi og það verður bara ótrúlega gaman að sjá hvernig stjórarnir þessara liða ná einhvern veginn að fara í leik eins og þennan að þessari stærðargróðu með lið sem þekkjast mjög vel og hafa verið ótrúlega jöfn í leikjum síðustu ára fyrir utan kannski 4-1 tap okkur á Wembley fyrir 18 mánuðum eða hvað það var að þá þetta bara lið sem að hafa örugglega eitt töluvert miklu af undirbúningnum í það að reyna að búa til eitthvað sem að kemur hinum liðinu óvart og þar að hafa 3 vikur getur það verið líkil tími það að hafa 20 dagar undirbúið undir 1 mótur og 1 leik er náttúrulega allt öðruvísi plan heldur en þú hefur gert áður og það verður bara viðfangsefni beggja þjálfara að svona sjá hvernig þeir spila þá. Ég hlakka ótrúlega til að sjá uppleggið, ég held að vera ekkert einhverjar ótrúlega skrýtnar manuveringar í byrjunarliðum þessara liða og ef við horfum á Tottenham þá sé ég þá ekki henda öllum inn sem að eru búin að vera tæpir og ef við kannski tökum þennan þátt ég horfum svolítið að Tottenham liða þá verður bara mjög gaman að sjá hvernig þeir fara í uppleggja þennan leik eftir leikin og Anfield þar sem að við vorum sterkari í fyrri hálfleik svo gerðu breytingar í leiknum sem að snéru leiknum algjörlega golf þannig að það verður bara ótrúlega spennandi. Þannig að ég held að þessar 3 vikur muni bara alltaf leiða í ljós hverjir það eru sem að svona, hvað segja, ná betur að læra á hinn þegar svo löng pása er. Það er bara að vera að glápa á vídeo af því hvernig sko vinstri bakvörðurinn stimplast yfir á hægri löppina og hvernig hann sendir, hverja sendingarleiðirnar eru á milli það menn eru örugglega búin að fá ógeð á því að glápa á vídeo af Tottenham Liverpool megin og öfugt. Þannig að ég held að 3 vikna pása sé bara svona ákveðið test á annars konar vinnu heldur en við kannski erum vanir að sjá með liðin okkar og það verður bara spennandi að sjá hvernig verður. Birgir, maður sé það sko ef þú bara ber saman fyrri og seinni hluta tímabilsins hjá Tottenham, þetta er nánast eins og svart og hvítt og kannski ljóst að fókusinn var bæði orðin á keppna og svona fyrirfram myndi maður alltaf Tottenham bara ekki síst út bara frá meiðslarista þeim hafi líka betur við að fá lengra frí fyrir leik heldur en kannski Liverpool sem að náttúrulega líka græða á því en kannski ekki, ég veit ekki hvernig upplifir þú þetta? Já, ég held ég sé bara sammálaður að ég held að Tottenham sé ánægður með þessa pásu. Menna það var visst gjaldþrot hjá liðinu bara undir lok móts og liðið náði sér í hvað held ég 11 stig af síðustu 36 mögulegum og það voru meiðsli og þá kom bara í ljós að hópurinn var bara þunnur og það er ekki sama breidd hjá Tottenham og kannski mörgum öðrum í toppbaráttunni og það kom bersinlega í ljós bara í lok móts og þannig að fá þessa leikmenn sem hafa verið tæpir og middir og fá þá
að gefa þeim 3 vikur til að koma sér í gang, það bara held ég mjög gott fyrir Tottenham því að okkur veitti ekki af því því að bara eins og í lok leikjana á tímabilinu í deildinu og líka í undanúrslitum með meistaradeildina svona þá vorum við ekkert með eitthvað brjálaðan bekk til að koma inn á í leiki til að breyta einhverju sko. Steini má ekki segja að þetta sé, maður upplifir svolítið þessa pásu hefði verið kannski ágætt fyrir Liverpool á síðast tímabil, þó ég áttum ekki alveg því hvort að menn hefði komið feskari tilbaka til það. Liðið var svona alveg svipuðu róli á hnjánum í rauninni undir lok tímabils og við náttúrulega upplifum það alveg smá á þessu tímabili líka, þetta reifa hans í og ég meina Salah, Firmino voru búin að vera meðslum og Robertson var tæpur og Henderson var að spila meiddur, þannig að þetta kannski jafnast var út. Já, þetta snýst nú bara Firmino hjá okkur sko, ég meina Robertson var búin að spila á móti Wolves og Salah var klár í slaginn í leiknum á undan. Það var klár í slaginn í Barcelona-leikinu, mátti bara ekki út af einhverjum svona reglum þegar þú færð höfuðhögg vera með og henda og spila þessa leiki, þannig að þetta snerist nú bara Bobby Firmino hjá okkur, ekkert annað. Ég alveg klár á því að þessi langa pása kemur Tottenham miklu betur, bara alveg eins og Birgir að segja, það þunnur hópur og þeir voru komnir bara á síðustu dropan og í rauninni og varatankurinn var eiginlega líka búinn þegar þeir skoraði þetta mark þarna móti Ajax. Þannig að það var miklu meiri orka til í herbúðu Liverpool og ef þeir hefðu mæst þarna vikuna eftir loka umferðina þá held ég hafi verið svolítið ansi mismunandi svona líkamlegt stand á þessum 2 liðum og síðan eru bara margir Tottenhamenn fleiri sem eiga séns að taka þennan leik og ég algjörlega ósammála Magga með það að svona fyrirfram og nota bene fyrirfram þetta miklu meira en 51-49 leikur fyrir Liverpool. Það náttúrulega bara fjárstaða sko, bara ef við horfum á tapaða leiki í vetur og bara hvernig leiðin eru búin að vera í vetur en á móti kemur, það var nú ansi gott sem að hann Daniel félag okkar penni á kopp.ri setti inn á Reddit og þá var hann að setja eins og meta hvernig var þetta fyrir Istanbul. Þá var þetta líklega svona, ég man ekki hvað hann setti, hvort hann sagði 25-75 fyrir AC Milan. Þetta hefur ekkert að segja fyrirfram. En í rauninni er þetta, ég myndi segja svona 60-40 allavega það. Ef við horfum á tímabilið og hvernig liðin eru búin að vera akta í vetur. Tottenham tapaði 13 leikjum í deildinni. 13. Liverpool tapaði 1. Og það er sko 20 stig á milli þessara liða í deildinni. Þannig að 51-49, ég er algjörlega hjartanlega ósammála því. Birgir, sko Pochettino hefur verið, finnst mér allavega, sko, ég veit ekki, Liverpoolinu gengið ágætlega í þessum leikjum undanfarið en Pochettino bara til dæmis þessi tímabili gerir taktíska breytingar sem að breyta báðu viðuregnum liðana töluvert og hefur verið ansi erfiður sko, finnst okkur og Tottenham hefur verið raunin að leggja upp með nokkrar ólíkar útfærslur. Hvernig heldur að þeir leggja þennan leik upp og hérna kannski þá og við svo berum saman þessi svona líklega byrjunliðir. Hvernig heldur að þeir bara leikkerfi og svo náttúrulega kannski bara mannskap? Þetta fyrir alltaf rosalega eftir bara hvaða leikmenn eru 100% fit á laugardaginn en ég sé samt ekki fyrir mér að hann gerir einhverjar dramatíska breytingar en ég hugsa samt einhvern veginn að hann er eftir að spila sem sagt 4-3-3 það er svona my gut feeling en það fer náttúrulega bara eftir hvort að réttu leikmennir séu klárir eins og hann vill hafa í því kerfi sko en hann verið samt það er svona kerfi Tottenham með ekki svona grunnkerfið ekki rauninni bara eins og Liverpool. Jú, bara með einn strækjar uppi og svo svona til að hjálpa honum sko en hann verið samt alveg vera með upp í erminni
eins og þú bentir á áðan, skiljum mig, leikurinn á Anfield þar sem við töpum 2-1 seinni hluta tímabilsins var náttúrulega bara grátlegt tap sem við áttum ekki skilið og hann sneri leiknum við í hálfleik með bara taktískum breytingum og það var bara, þetta voru 2 hálfleikar, bara Liverpool átti algjörlega fyrir hálfleikin og Tottenham átti algjörlega seinni hálfleikin og hann virðist verið með upp í erminni einhver kerfi sem bara virðast virka. Þetta ekki bara svona eins kerfa bolti og lið sem hann með í höndunum hann. Ekki rétt munið mér, hann ekki í banni í þessum leik? Nei, ég held að sé bara í banni Nei. á Englandi. Já, var það svoleiðis. Ég held að hann ekki banni þessu leik, ekki að skipta öllu máli, hann má nú örugglega verið í stúkunni hvort með síman þá eða eitthvað. Heldur til dæmis að fara með liði, heldur að Harry Kane byrji, gefum okkur að séu allir, hann feldi þið sjálfur fram að hann sé 100% fit, sko, en Lucas Moura til dæmis hætti þrennu kom þeim í úrslit, sko. Já, ég meina, að sjálfsögðu segir Harry Kane að hann sé 100% fit, en það vita það allir að hann ekki 100% fit. Maður ekki búinn að spila fótbolta sín í byrjun apríl, sko. Þannig að ég ekki að sjá hann byrja. Það bara mitt kalda mat og minna, það alveg gott að ég mann eins og Harry Kane að bekknum ef við þurfum að skora, sko. Þannig að ég held að hann byrji ekki. Nákvæmlega. Maggi, hvernig heldur þú að segja þetta fyrir? Heldur að Tottenham mæti svona hefðbundi til leiks eða eitthvað sem við sjáum í þessum leikjum sem við óttumst? Það var 3 manna vörn byrjaði þann leik og hann setur Danny Rose á kantinn einhvern 4-4-2 kerfi. Það búið að prófa ýmislegt og ýmislegt að því kannski má segja hafi gengið. Já, það sem mér finnst að ég kannski meina með Steina þegar ég segi 51-49 þá var ég ekki að horfa á formið í vetur. Við erum búin að spila 8 deildarleiki, Klopp hefur spila 8 deildarleiki við Tottenham og unnið 2, tapað 1 og gert 5 jafntefli og í vetur í sammála Birgi þar að þá var það þjófnaður sem að Hugo Lloris gaf okkur í leik sem að við áttum bara að skilja jafntefli og það er kannski það sér að menna. Mér finnst Pochettino klárlega fyrir utan Pep og það er ekki hægt að bera þau lið saman. Það er Pochettino klárlega sá stjóri sem hefur átt best með það að leysa upp pressuna okkar og leysa leik fyrir leik þá leikir sem við erum búin að vera í. Þannig að ég hrifst með Ajax-liðinu lengi vel eins og gat maður ekkert annað en hrifist með Tottenham þegar við komum með þetta comeback en þá bara strax það kvöldið, þú veist, þá fer ég ekki dóna, ég hef sagt að áður í þessum podcastum áður í vetur að þá það bara þannig að Pochettino sýndi stærsta rasketi sem Klopp hefur fengið það sem verið 2 árum og frá þeim tíma höfum við verið svona doldið högtandi á þetta Tottenham-lið og mér finnst Pochettino einmitt vera mjög klókur í svona one-off einhverjum leikjum og í leikjum sem eru svolítið að svona það sem hann fær einhvern veginn að mattsa einhver topplið. Mér finnst það stundum erfiðara með að fara til Burnley eða á svo útivelli litlu sem hann tapaði öllum þarna eftir áramótin þar sem einhvern veginn svona þetta bara svona hard grit það sem þú þarft einhvern veginn að hafa fyrir. Þannig að það er ekki það sér að meina með þetta upplegg fyrir því ef við tökum seasonið frá að það að vera búin að vinna 2 af 8 mótunum og þar fer ég ekki út á því að í vetur var það svona eitt one-off moment sem að þetta breytir leikjum og við vitum það hvernig meistaradeildarúrslitaleikurinn okkur í fyrra fór út af mistökum markmanns að það er kannski það sem að ég einmitt hræðist það að þegar að Klopp fyrir að undirbúa sig þá sé pínulítið í kollinum á honum að það sé erfitt að undirbúa sig undir Tottenham því að Pochettino óútreiknanlegur stjóri og ég hef heilmikið álita á honum sem stjóra. Þannig að kannski það sem að mér finnst einmitt við uppleggið á Tottenham það að þú veist vera ekkert alveg viss. Ég byggir þetta horfir á miklu fleiri leiki þannig ég Tottenham leiki þá tek ég hann alveg trúanlega að spila 4-3-3. Þú veist, það hefur líka svolítið virkað á móti okkur vegna þess að þeir eru með leikmenn sem eru aggressífir í pressu á svæðum þar sem við erum veikja okkur þannig að mér finnst það ekkert ólíklegt. Hann geti líka alveg dottið hon í það að fara inn í leikkerfi sem að fara aðeins aftar hjá liðum sem að spila móti okkur því það gerði hann klárlega í til dæmis í deildarleiknum í fyrra og leið og hann komst yfir 1-0 á Wembley þá gerði hann það og hitt okkur á hraðar skyndisóknir sem þeir eru við. Þannig að hann hefur vopn í búrinu sem hann hefur nýtt vel gegn Liverpool. Þannig að það sem við kannski einmitt, ef maður pælir í upplegginu, þá svolítið pælingin að maður veit ekki alveg hvert uppleggi verður. Ég sé okkur ekki eins ófyrirsjáanlega. Ég held að Pochettino eigi auðveldara með það að vita
hverju verða frammi, hann veit hvernig upplegg Klopp á móti á það upplegg að duga klálega, en ég held að sé svolítið svona eitt af kannski svona í þessum undirbúningi sem er búin að vera að brugga núna í 17 daga af 21, að þá svolítið Pochettino, ég veit hvernig hægt að gera þetta, þú veist, hann getur eftir eitthvað variasjónir, hvernig miðin raðað upp, gerir hann þetta, hann veit að bakverðinni koma hátt á völlin, en á móti hefur Tottenham verið að prófa sig áfram með ákveðin hluti, sumt hefur gengið og annað ekki, en þar liggur kannski munurinn á þjálfurunum. Klopp bara stendur og fellur svolítið með sínum hard rock fótbolta og ætti að gera það, en hinn svona toga strengi og hefur verið okkur erfið, finnst mér finnst Pochettino, veist, ég nefndi ekki að fara í einhverja svona pælingu yfir það á þessum 4 árum síðan Klopp tók við, þá ég eiginlega viss það að Tottenham það lið sem að hefur tekið flest stig af okkur í þessum 8 deildarleikjum sem hafa verið síðan að Klopp tók við, þannig að uppleggsvesenið okkar það, við vitum ekki alveg hvernig Tottenham leggur leikin upp, held ég. Hvað með þennan prósentu, hávísendilega prósentu útreikningi hjá okkur, Birgir, hvernig metur þú þetta? Ertu 50-50 eða Tottenham, horfur á þetta sem underdogs eða hvernig tilfinningin? Þetta allt mjög hávísendilegt og útreiknað eins og þeir Já, ekki spurning sko, en ég myndi svona segja að við erum underdogs að fara inn í leik þó að sé ekkert 90-10 eða eitthvað sko, en allir 60-40 sé ekki, minna, ef við skoða bara veðmál og síður og svona, þá náttúrulega, þá græður við meira að veðja Tottenham, sko, þannig að stöðlinn bara hærri á þá, þannig að allir það sé ekki 60-40 og minna, það bara fínt að koma inn í úrslitaleik sem underdog, en eins og á að benda áskilum, minna, okkur hefur gengið vel með Liverpool og þannig að ég held að þetta sé bara fínn leikur fyrir Tottenham fyrir fyrsta leik í úrslitaleik meistaradeildarinnar að mæta Liverpool, lið sem við þekkjum alveg ágætlega og eins og kom inn á, það liðið hjá Liverpool svona 95% á bara komið á kortið skilur með hvernig þeir koma til að stilla þessu upp og það náttúrulega hjálpar Tottenham í undirbúningnum. Ákveðlega. Berum aðeins saman liðin og byrjum bara aftast Steini, þú veist, þetta náttúrulega ansi áþekk lið, það kannski svona skemmtilegt að bera þetta saman, bara Loris Allison til dæmis, Hugo Loris náttúrulega fyrirliði heimsmeistarann, en getur ekki orðað þannig að við myndum alltaf ekkert skipta, sko. Nei, ég held að það bara allir hlutlausir og óhlutlausir sem að myndu taka Alisson fram yfir Hugo Loris í dag. Ég reynda búin að vera mikill Hugo Loris maður í mjög mörg ára alveg frá því að löngu áður og Tottenham keypti hann og finnst það frábær markmaður en Alisson náttúrulega bara á topp, líklega á topp 3 í dag í heiminum, þannig að það bara engin. Þetta eru 2 frábærir markverðir en Alisson á þessu tímabili alveg skörinni herra á mínum. Þetta ekki smá off ár hjá Loris líka bara, Birgir, eða kannski undan ég veist, maður sér og maður sér kannski ekki alla leiki og það gert náttúrulega mikið úr hverjum mistökum og þau hafa nú verið nokkur en ekki Tottenham að fengi meira á sig af mörkum í rauninni í vetur heldur en oft áður. Jú, klárlega og það náttúrulega bæði Loris og svo náttúrulega bara verð ég að segja það, bara varnarleikurinn í vetur var ekki eins og hann hefur verið síðustu ár en Loris samt í vetur, hann gat átt alveg ótrúlega leiki en þess að milli þá bara var hann að gera einhver svona rosalega kjánuleg mistök sem kostuðu nokkuð mörg stig sko, þannig að eins og staðan núna þá Alisson bara, hann bara heitari í dag en Loris samt vinnar sko. Hann hefur það fram yfir allir Tottenham að hafa unnið svona risatitil, þannig að það kannski tilur eitthvað. Erfitt að bera þetta saman allir, þetta er ólík lið og allt það. En mér finnst það góða punktur eina sem að kannski held að sé akkurat partur af þessu þegar maður fer að horfa í gegnum svona einhvern veginn alltaf, þá getur einmitt að horfa til þess að það alltaf mjög margir af þessum Tottenham-leikmönnum sem hafa alveg verið á stóru sviði þó þeir hafa ekki verið þarna áður. Það skiptir líka máli. Sko.
sem að hefði verið fyrir okkur held ég betra að horfa á Ajax menn á móti okkur sko, heldur en þess að Tottenham-strákar sko. Já, ég held að það sé alveg klárt þetta og Ajax hafi kannski verið sterkari heilt yfir í þeirri viðureign, þá held ég sem Tottenham, sem flestir sammála það að Tottenham sé hvað segir maður, meira skeri mótherji heldur en Ajax hefði verið. Ég held að við séum allavega á þeirri línu flestir púlar, en það skiptir rauninni ekki máli úr þessu. Aðeins með vörnina, þú veist, þeir náttúrulega Birgir hafa verið í ansi eins og bakverðnir, ég held ég að tekið eitthvað tölfræði þar saman að þeir hafa sko hægra megin og vinstra megin skipt nánast í tímabilinu tvennt. Þetta bara öflust út af meiðslum sko, en það svona cirka 50-50 sem þeir hafa spilað af þessum deildarleikjum allavega. Það ekki rétt núna með Trippier til mér sem hefur átt Jú, alveg klálega og það er náttúrulega líka partur af bara upplegginu hjá Pochettino sko, að hvernig hann að nálgast leikina þá bara, þó að Danny Rose hafi átt kannski 2-3 stórleiki, bara staðið sig virkilega vel, þá bara kom að næsta leik og þá bara hentaði Davies betur og þá bara kom Davies inn í lið og sama var henni milli Kieran Trippier og Aurier á tímabili að það skipti ekki máli hvort að leikmannum var endilega að standa sig vel, það var bara hvort að hann hentaði í næsta leik eða hvað. Þannig að þeir eru búin að vera að skipta rosalega ört í bakvarðarstofunum. En Vertonghen fer þá í miðvörðinu ekki, eða hvernig ekki aldrei verið Vertonghen þá í miðverði í þessum leik? Jú, ég myndi klára að halda það. Ef Jan Vertonghen er orðinn heill heilsu þá byrja þeir saman í vörninni og eins og þetta var sett, eins og þið settið þetta upp hérna, þá er þetta svona líkleg varnarlína hjá Tottenham og það verður Trippier og Rose í bakvörðunum og Alderweireld og Vertonghen í miðvörðunum. Maggi er ekki Matip alveg nailed on hjá Liverpool og þá vörnin rauninni bara segir sig sjálf? Jú, ég held það. Ég held að það sé alveg klárt mála lið sem að hefur vann síðustu 12 leikina og þar vorum við með sömu varnarmenn og sömu sóknarlínu í öllum leikjum sem aðeir voru heilir. Ég held að það sé alveg klárt mála að við erum að horfa á Trent, Matip, Van Dijk og Robertson fyrir framan Alisson. Ég held að það sé alveg algjört Stonewall dæmi. Það var í gríðarlega óvænt ef við sæjum Lovren eða Gómez fara að byrja þennan leik. Ég sé það alls ekki gerast. Nei, nákvæmlega. Gómez spilaði útileikina móti Barcelona í bakverði og ekki gerði það mikið. Nei, það gekk ekki. Fyrir hans vonir á þessum leik, harkalegt kannski fyrir með hvernig að byrjaði mótið, en það er bara, svona er þetta. Á miðjunni, Sissoko hann er náttúrulega orðinn alveg mainstay eða ekki og Dele Alli og hann er heill, hann hlýtur að vera, en hver er þá djúpi miðjumaður? Er það Sissoko eða Wanyama eða Dyer? Þeir hafa báðir spilað minna en helminginn af tímabilinu. Birgir. Ég hugsa að Sissoko byrja bara sem djúpi miðjumaður og ég er ekki svo viss með Erik Dyer hvort að hann bara yfir höfuð bara fái pláss í byrjunliðinu á laugardaginn. Hann er ekki sitt besta season og mér finnst hann bara vera ekki eins og hann á sjálfur sér að vera sko, þannig að ég svona persónulega er ekki á því að hann byrja að leika, en svo veit maður ekkert hvað er búið að vera að gerast í herbúðum Tottenham síðustu 3 vikur í undirbúningi fyrir leikinn sko, þannig að en Sissoko og Dele Alli náttúrulega klárlega að byrja, en þarna Erik Dyer, ég er ekki alveg viss með þá stöðu. Hvað kemur þá, hvernig er þá miðjan hjá þér? Sko, svo náttúrulega bara spurningin að það er náttúrulega hægt að setja Sissoko sem djúpan á miðjuna og það er hægt að setja Eriksen sem sagt box to box og Dele Alli þar fyrir framann og setja Mora vinstra megin frammi, það er alls konar möguleikar í boði. Heldur hann hjóli með á alla. Ef ég man rétt, þá var nú Eriksen sem að breytti leiknum og tók við miðjuna í síðasta leik liðana. Hann var settur aðeins dýpra og tók aðeins yfir leikinn. Að mér fannst allavega. Já, það er alveg rétt. En ég held að sé líka bara spurningin að þetta snýst náttúrulega líka rosalega mikið bara kemur Harry Kane til með að byrja
ef hann byrjar ekki, þá náttúrulega þarf að víxla ansi mikið frá fremsta manni og alveg niður í box-to-box midfielder, sko. Nákvæmlega. Hvernig sér þetta fyrir okkar megin, Steini, sko, Wijnaldum fór til dæmis á svona blaðamannafundur í dag fyrir leikinn og Matip og Wijnaldum komu sem fulltrúar Liverpool. Ég veit ekki, kannski þarf ekki að segja mikið, hann var á bekknum til dæmis á móti Barcelona, en heldur það sé ykkur indikator og hann sé að koma inn í startið og þá spurning með á kostnað hvers? Já, þetta er rauninni bara algjört, það er nánast vonlaust að segja til hvaða 3 af þessum 4 komið til að byrja leikinn. Hver verður skilinn út úr byrjunarliðina, þeim Fabinho, Jordan Henderson, Wijnaldum og Milner. Mér finnst bara útilokað að giska það á þessum tímapunkti. Það fer bara örugglega bara eftir hvernig æfingarnir fara og hvernig menn eru stemdir svona í aðdraganda leiksins, þannig að það verði einhverjir 3 af þessum 4. Já. En ég er samt að vona að því að Birgir var að koma inn á það. Ég er svo sannarlega að vona að Harry Kane byrji inn á hjá Tottenham að því að hann hefur svona verið, hann náttúrulega, eins og hann segir, hann er ekki búinn að spila frá því í byrjun apríl. Leikavingin er engin og hann gæti orðið helvíti hættulegt vopn að koma inn á bekk. Þannig að ég vona svo sannarlega að þeir verði með Lucas Moura á bekknum og Harry Kane inn á, bara sannarlega. Nákvæmlega, Maggi, til dæmis í þessum leik, Wijnaldum heldur þú ykkur líkur á Fabinho og Henderson byrja á bekknum? Nei, ég held ekki. Ég held að við séum að sjá, sko, ég held að spurningin standa á þessu milli Wijnaldum og Milner og það verður nákvæmlega púslið sem að svolítið kemur í ljós hvað kallinn vill gera. Milner er náttúrulega endalausar reynslu á hafsjór sem er gott að hafa inn á í leiknum. Versus það að Wijnaldum er að fara að bjóða upp á miklu meira fram á völlinn. Milner er vítaskiptaðinn, það skiptir máli í svona leik. Þannig að ég held að spurningin þar snúist um það hvort hann hefur Milner að Wijnaldum þarna inn á. Ég er algjörlega blank á hvort þeirra verður, en það kemur mjög óvart ef að Fabinho fengi ekki vera djúpi miðjumaðurinn sem hann hefur náttúrulega algjörlega sementað sitt pláss og Henderson náttúrulega búinn að vera í besta formi sennilega bara síðan komið til félagsins síðustu 6 leikina í þessu móti. Þannig ég held að þeir 2 séu alveg klárir en það kannski ræðst pínlítið uppleggið á því, sjáum uppleggið hvort að Milner eða Wijnaldum verða inn á því að ef hann er með Milner þá er hann klárlega að fara aðeins varfærri inn í leikinn heldur en ef hann verður með Wijnaldum sem að fer aðeins ofar á völlinn heldur en Milner. En þar held ég bara eina spurningin það, hver byrjar leikinn í Liverpool, hvort að verða Milner eða Wijnaldum. Ég er ekki viss með bara Fabinho, ég meina sjáum Allianz leikinn, hver byrjar út af þar? Já, ég reyndar. Hver er sú miðja sem hann hefur treyst oftast á í Evrópukeppninni? En er ekki Fabinho samt búinn að sementa sætið sitt og hendur svo kannski líka í nýrri stöðu síðan þá? Nei, maður hélt að hann væri búinn að sementa það þá. Ég gat ekki hugsað með liðið án Fabinho og við rættum það hérna í stúkunni á Allianz. Bara, byrju, hvar er Fabinho? Bara, why? Hvað er tríóið þess á miðjunni sem hann hefur oftast leitað til í Evrópukeppninni? Já, ég reyndar svo sem. Það eru hinir 3. Það er bara, þeir eru hans svona klettur. Þannig ég er bara akkurat ekki tissa þótt að Fabinho væri utan byrjunarliðs. Ég held samt reyndar, Steini, þetta er góður punktur og getur bara vel verið. Ég held samt að þetta sé kannski pínlítið breytan svo að vera með enslið einhvern veginn og vera að spila enskan leik í Madrid. Þá kannski líta hann aðeins öðruvísi á þetta heldur en þarna. En auðvitað... Ég vona það. Ég vil hafa Fabinho alltaf inn á. Ljótt að Steini að vera að ræða maður bara með þessu. Já, ég er svona saman því. Ég var alveg nógu stressaður fyrir hann leik bara. Ég ætti mjög erfitt með það. Ég hugsa að Jordan sé svona líklega sá sem er pretty much nailed on að þessu 4, en hinir gætu verið farið hvernig sem er. Er þetta sammála því. Hvernig er besta sóknin hjá
hjá Tottenham Birgir? Til dæmis Spurs betra með Kane eða Múra, bara að þú horfir núna eftir hvað segir maður síðustu 3 mánuði? Ég meina, hefur ekki Kane, Tottenham hefur allavega virkað ansi öflugt í hans fjárveru á köflum í vetur, sko. Þannig ekki með að hann ekki alveg 100% leikæfingu. Hvað myndir þú sjá í þessum leik? Náttúrulega ef Kane í standi og þá er hann alltaf hættulegur og þó leikæfingin sé ekki svo besta þá er þetta náttúrulega topp striker en engu síður þá svona vona ég að hann byrja á bekknum því að hann er klárlega ekki 90 mínútna maður hvort þið en ég meina þegar hann hefur ekki verið að spila þá náttúrulega hafa Son og Mora stigið upp í markaskorun og Son hefur skorað megna sína mörkum í vetur þegar Kane er ekki að spila og sama með Mora, hann er að stíga upp þegar Kane er ekki en svo þegar Kane mætir þá einhvern veginn þá er ekki eins mikil ég veit ekki, þeir sýna ekki jafn mikið Son og Mora þegar Kane er með, það er ekki meira að leita bara til Kane að hann slúkti svo og klára þetta en ég held samt að Son eftir að byrja fram í þessu leik og ég vona bara að sjá Alli og Mora sikkur megin með honum. Já, ég held að það sé, ógnandi, ef allir eru heilir í þessum sóknarlínum liðana, myndirðu skipta á einhverjum til dæmis á sóknarlínu Liverpool og yfir í Tottenham fyrir, og þá hverjum? Ég er að segja, ég meina, nei, líklega ekki. Er það ekki sama svar hjá okkur? Jó, þessi bara tekið. Það væri, enda væri það bara óeðlilegt við værum eitthvað vilja býta því núna fyrir leik, það sé ljóst. Svo líka alltaf bara ágætis vangaveltur í þessu, var að lesa þess, það verður að skjóta svolítið á hérna Roy Keane og Graham Souness og þessa gömlu jálka, það er öll og við gerum okkur segum með bæði með Berit og svona saman og hérna kannski mest öll umfjöllun ennþá í dag þú veist það er verið að horfa alltaf mikið í einstaklingin versus sko leikskipulag og liðið og ég meina ég held að Liverpool og Tottenham séu hvað bestu dæmin þetta í vetur og til dæmis hvernig komast inn á leiki. Liverpool er án Firmino og Salah og Tottenham er án Kane megnaði þessu rönni inn í úrslitaleikin þannig að ég getur ekki verið sammála það ekki að Pochettino og Klopp hafa töluvert minni áhyggjur af því hverjir eru með og ekki heldur en stuðningsmenn liðanna. Jú, klárlega og það er bara þannig að þessi 3 vikna pása, þú veist, ef að eitthvað hefur verið að koma upp á og saman með þessi Pochettino, hann er búin að geta haft núna 3 vikur til að undirbúa sig með Kane og án Kane, þú veist, þetta eru bara gaurar, þetta eru atvinnumenn, þannig að þú veist, á Spáni höfum við verið að fara í einhverja útfærslu með það hvort að Keita verður ekki, ég heldur að Keita hafa aldrei átt séns á að vera inni, sko, ég held að hann aldrei var einhvern veginn, það var eitthvað svona draumur í einhverju dós sem aldrei varði einhvern veginn að hann ætti einhvern möguleika, en þú veist, það er bara þannig sem það að menn eru búin að hafa enga afsökun til þess að undirbúa ekki það að vera með menn meidda á þessum tíma. Þetta er svona, eins og kannski ég talaði á hann, þetta er svona leið til þess að stilla þig inn á eitthvað því að þú veist, þetta eru gæða leikmenn og ég skil alveg byggja með það, þessi framlína á Tottenham er náttúrulega búin að skila þeim heilmikið af mörkum og bara þeir eru að virka vel saman eða þeir eru allir heilir og það er náttúrulega þessi brassi sem hefur verið svolítið svona óvænta elementi þeirra í þessu mómenti er náttúrulega gaur sem að getur unni leiki og getur snúið leikjum við, það er bara svona óvænt vopn sem að er líka ekki búin að spila það mikið þannig að hann er gaur sem að allt í einu var svona einn af hættu vopnunum þeirra á þessum tímapunkti, þannig að ég er alveg klár á því að menn séu svona pínlítið bara búin að stilla sig inn á hvernig hlutirnir eru og Pochettino er ekkert endilega að missa svefn yfir því held ég hvort að Kane er með eða ekki frekar en að Klopp er ekkert að fletta upp í einhverjum galdralækna bókum til þess að reyna að koma Keita inn í, en ég eftir á móti held að það hefur ég held að skipti okkur meira máli að fá Firmino inn heldur en kannski Tottenham að fá Kane, ég held að Firmino hafi meira að segja svona upp á spilið í okkar liði heldur en Kane hafi fyrir Tottenham. Þannig að ég held að það hafi kannski verið svona ákveðin léttir fyrir okkar mann
að geta stilt upp liðið með Firmino. Það er kannski... Hvað er þetta bull hefði maður ekki? Ég er sem að Firmino náttúrulega klárlega alltaf á bekknum, hann kemst ekki lið. Já, nákvæmlega. Við erum vissulega heldur pínu hlutræði með Firmino því hann er alltaf leikmaður sem maður dýrkar og dáir, en ég held að það hafi verið svona, það er pottþétt búið að vera ítað á fysjóana með það, herðu, við þurfum að gera allt til þess að koma honum í gang. Kannski ósækjarnar pælingar Birgir, en nú liðið komið úrslit og var allavega svona aðeins síðasta sumar og mikla vangaveltur allt tímabili. Hefur ykkur áhyggjur af framtíð Pochettino? Ég meina, heldur að hann ég veit að hann lengið stundum svona Tottenham sammála, en heldur að hann geti hort á það núna, ekki endilega kannski núna í sumar, en fljótlega að hann sé komin eins langt með þetta lið og hann getur. Til dæmis, náttúrulega ljósið þess að liðið gerði ekkert í síðasta sumar og svona. Lucas Moura til dæmis, er það ekki síðasti leikmaður sem félagið keypti? Jú, það passar. Hann kom þarna í einhverjum janúarglugga þarna fyrir ansi löngu síðan. En ég held að Pochettino sé ekkert á hann innan farasvæti. Hann er sjálfur búinn að segja það að hann á verk fyrir höndum þarna ennþá, og þó að við vinnum meistaradeildina á laugardaginn þá held ég að hann sé ekkert saddur, sko. Þannig að ég held að hann sér mikla framtíð í þessu liði. Hann er búinn að vera að byggja upp lið þarna núna í einhver 4 ár með svona góðan kjarna, og hann er búinn að bæta við kjarnan svona smávegis, en ekkert núna seinasta árið. En hann fær pening í sumar til að bæta mannskapinn og bæta hópinn, og ég hef enga trú öðru heldur en að hann verði þarna eitthvað áfram, sko. Hann er ekkert sjálfgefið svo sem horfðu á líka þannig, það er ekkert verið eitt á toppliðunum í Englandi er náttúrulega eitt af stærstu jobbunum sem þú færð, og hann er ekkert sjálfgefið að hann er eitthvað rótgróinn strax á öðrum liðum, þannig að þetta er eins og ég segi, þetta er svona leiðilega umræðan. En hvað með þá lykilmenn Tottenham? Lykilmenn liðsins eru á lægri launum heldur en þessi leikmenn sem eru að spila til úrslita alla jafna í meistaradeildinni, og kannski á það við Liverpool líka. Er eitthvað áhyggjur af til hverju væri það þá helst? Er ekki Alli til dæmis og Eriksen? Er ekki Eriksen búinn að vera eitthvað samningsstapp? Maður kannski aðeins að tala afturöndanum, en mér svona rámar í það að hafa heyrt að það væri eitthvað óljóst allavega. Eriksen á sem sagt 1 ár eftir að samningu sínu núna í sumar, og það er alltaf búin að vera einhverja samningaviðræður bak við tjöldin, og ég held að það sé kom ekkert skýrt fram með það fyrir einhvern veginn miðjan júní, bara eftir þennan úrslitaleik, og þá kemur í ljós hvað verður. Og ef hann vill ekki skrifa undir samning, þá náttúrulega bara verður hann seldur fyrir fullt af pening, líklega til Spánar, og þá kemur bara maður í manns stað, og þannig er bara boltinn. Liverpool hafa nú verið að selja svona sína stóru kalla til Spánar, og það hefur Tottenham gert líka í gegnum tíðina, en við sjáum hvað liðin er í dag. Ekki er þessi leikmenn sem við seldum til Spánar að spila í úrslitaleiknum í meistaradeildinni. Nákvæmlega. Það er reyndar lætum aðeins í einu þeirri fyrra, en það er annað mál. Já, nákvæmlega. Hvernig heldur að hvernig varst þú þegar að Ole Gunnar var ráðinn svona permanently til Manchester United? Varst þú jafn sáttur og allir aðrir, og kannski ennþá sáttari sem Tottenham maður? Mér fannst, ég er búinn að vera skítræddur bara í allt og langan tíma að Pochettino verði stjóri Manchester United. Þetta var eiginlega bara svona kampaðins moment þegar Solskjaer tók við, sko. Því að, eins og þú segir, maður hafði alltaf tilfinninguna að þeir væri að Antoni hálsmálið á Pochettino, en svo náttúrulega bara þegar maður horfir á stóra samhengið, náttúrulega með fulli virðingu fyrir Manchester United og allt sem þeir hafa unnið í gegnum tíðina, þá er þetta ekkert eitthvað theatre of dreams og einhver solid klúbbur til að fara til í dag. Megum ekki bjóður að auka til Liverpoolunum bara fyrir þessa setningum, ekki? Mér finnst að ég myndi styðja það allavega. Pochettino líka að fara all in í hann meika bara allt og mikið sens fyrir Manchester United með Woodward stjórnvöld. Ég alveg svo steinu, við erum búin að tala um þetta ofta, okkur leist mjög illa á þessa orðróma, og sérstaklega Tottenham tekur smá sens í sumar að styðja hann ekki neitt, því að hann er búinn að byggja upp lið sem er eins og bara spilamennska fyrir áramót núna, og oft undanfærin ár er alveg
alveg efni í titilbaráttu og ég meina þegar Leicester vinnur deildina það náttúrulega bara svolítið glata tækifæri fyrir Tottenham og maður velti fyrir sig hvað þeir hefðu gert með meiri stuðningi í glugganum og þú veist einhvers staðar hlýtur hann að vilja fá að taka skrefið upp á við þó að þessi stefna þessi göfu og hann búin að vinna geðvist þar úti því að þú veist, frá því hann tók við og það náttúrulega bara kredit til hans, þá þetta nánast sami kjarni ennþá í liðinu bara eins og til frá 2015 sem að held í fyrsta tímabilins og núna það bara mikið til sami kjarni af leikmönnum sem að ennþá að stýra skútunni í honum. En erum við þá ekki hræddir hérna Arsenal syndrómið og ljótt að þurfa að segja þetta við Tottenham Arsenal syndrómið en það sem að Arsenal gekk í gegnum með Wenger á sínum tíma þegar þeir voru að byggja völlin. Maður fékk svona smá bara, þeir eru komnir í þennan pakka þegar að þeir fóru núna í völlin og hann fór ykkur 100% fram úr kostnaðaráætlun og ég veit ekki hvað og mann hætti að kaupa eitthvað. Arsenal var búin að vinna titla fram að því samt sko, alveg nokkuð stöðugt sko. Já, ennþá heldur að því að það var peningaflæðið var þannig rauninni meira hjá þeim. Þannig að þeir voru algjört topplið og eru menn ekki hræddir að þetta bara sé að detta í nokkura ára svona tight budget syndrom hjá Tottenham út af þessum velli? Nei, ég held ekki. Ég las það bara í dag að Tottenham var að bjóða í leikmann og þess að þeir voru að fara breaking the transfer record hjá klúbbnum sko, þannig að ég ekki að sjá það að það sé að verða einhver kuldi framöndan og þetta sé að fara niður af við sko. Þessi miðjumaður það frá Betis sem að... Já, það náttúrulega líka bara svona til Tottenham eða sleppa síðasta glugga þá náttúrulega hlýtur að vera að myndi maður ætla að væri eitthvað svigrúm fyrir þetta því að svo náttúrulega kemur það ekkert mikið fram hjá Tottenham að hann náttúrulega og hann sé ekki að hann láta reksturinn standa undir sér sko og þeir eru með Daniel Levy vinna gegga starf náttúrulega hjá Tottenham en eigandi liðsins alveg moldríkur sko og sko ef ég man rétt að hann alveg ultra ríkur sko. Alveg klárlega sko, náttúrulega eigandinn aðaleigandinn Joe Lewis, hann náttúrulega bara multi-billionaire sko en eins og til dæmis seinast á sumar að það var alveg peningur fyrir Pochettino til að kaupa leikmenn og Pochettino var að þefa utan í einhverjum ákveðnu leikmennum en hann vildi bara fá einhverja ákveðna leikmenn og eins og þetta var svo oft í gegnum tíðina og gerist bara hjá öllu liðum það sem það bara við verðum að kaupa einhvern leikmann, við verðum að kaupa eitthvað að það endar þetta bara einhvern veginn í því að það bara keypt eitthvað einhver leikmann sem kannski bara passar ekkert inn í það sem þjálfarinn að plana og inn í hans kerfi og slíkt. Þannig að ég sá bara fyrir mér að þegar það var ekki keypt eitthvað að viti, eitthvað sem Pochettino vildi, að þá bara betra að sleppa að kaupa. Já, þeir var kannski sanna það í vetur, en það er líka svolítið áhugavert að sjá eins og ég segja að þeir búin að vera svolítið sami kjarni í mörg ár. Þú veist, Dele Alli kemur sem úlingur, Toby Alderweireld fylgjörinn og Southampton, Son kemur nýr, Trippier kemur líka mjög ungur og svo af því sem hann hefur svo keypt eftir það Wanyama, þessi Sanchez og Lucas Moura sem komu síðast og Aurier Bagorinn, Sissoko sem spila nú ekkert heilt tímabil, Harry Winks kemur gott ungur, Llorente svona varamaður, þetta eru þeir einu sem hann hefur keypt sem hafa spilað eitthvað aðleiksleiki sem rauninni magna, þú veist, það er engin komið sem eitthvað svona, hvað segir maður, eitthvað súperstjarna, fyrir utan kannski Alderweireld og svo hafa Son og Alli svona orðið það hjá Tottenham, sko. Já, ég meina, náttúrulega Tottenham var náttúrulega í rauninni, þegar Leicester eru verða meistarar, þá náttúrulega var Tottenham að andan í hálsmála þeim vegna tímabilinu og árið eftir þá er Tottenham eina lið sem að berjast í Chelsea meistaratitilinn en gaf sér eftir í lokin. En á þessum tíma þá var bara liðið þrjusu gott og maður hugsa bara með sér að ef það á að kaupa einhvern leikmann þá til að fara í byrjunarlið þá þarf það bara að vera einhver svaðalegu leikmaður en auðvitað kannski hefði mátt kaupa fleiri leikmenn sem kannski bara til að styrkja hópinn því það sýndi sér náttúrulega bara í vetur að hópurinn okkar bara réð ekki við allt þetta leikjaálag og þetta season þannig að
það kannski vantaði hans upp á breiddina en fyrir svona 2-3 árum þá bara sá maður fyrir sér hvar viltu styrkja liðið og maður átti erfiðleikum með bara, veist, af því að það voru allir að standa sig svo vel. Tottenham átti þarna einhverja 5 leikmenn í liði ársins og skoruðum flest mörk í deildinni og fengum okkur fæst, endur samt í öðru sæti og maður svona fannst einhvern veginn hvaða leikmannum er hægt að selja og kaupa einhvern í staðinn til að styrkja liðið. Það var bara ekkert hlaupið að því að pikka einhvern svona out of the blue nema bara að kaupa Messi eða eitthvað sko. Nákvæmlega, maður gerur ekki sammála því sem núna, sérstaklega eftir Ole Gunnar tók við United og Guardiola ekkert að fara frá City og svona og ég held að hann hafi verið að framleggja hjá París líka til dæmis, þetta alveg sá klassi, ég held að var ekki Roberto Martínez orðað við Barcelona, Pochettino búið þær í 12-13 ár en hérna á sínu ferli en hérna sumarið alveg allavega safe hjá Tottenham úr þessu, þetta verður ekki eins og síðasta sumar. Já, sko, ég náttúrulega ég var í byggið, það var í pínu stress af hann að Barcelona link, hann enda spilaði með Spanjól og það ekki, þannig að einhvern veginn var að tala einhvern tíma sem hann aldrei vilja fara þangað. Var það ekki rétt með munum byggið? Jú, hann þjálfar aldrei Barcelona. Hann Spanjól maður og hann aldrei þjálfa Barcelona. Já, það var ekki svoleiðis. Þannig að ok, þá var það kannski orðið þessu við. Ég hugsaði þegar við sáum að Martínez var eftir á blaði Barcelona, þá náttúrulega þetta komið á okkur skrítið stað. Þannig að maður sem þjálfar Everton á hann að þjálfa Barcelona. Nei, aldrei, bara nokkuð tíman. En þú veist, ég held að það sé bara ótrúlega gaman, það skiptir auðvitað máli hvernig þetta fer mér að Pochettino sagði alltaf við vinn meistaradeildina með Tottenham og þá hætti ég bara þannig, vonandi hættir hann ekki, bara hafa það á hreinu. En hann náttúrulega með þessu rönni að koma Tottenham í meistaradeildar úrslitaleikin, þá hefur hann alltaf algjörlega sannað sig á stóra sviðinu. Alveg sama hvernig úrslitaleikurinn fer, þá Pochettino, ef einhvers staðar var vafi hans hæfileika sem voru ekki í kollinum og mér allavega, þá það alveg klárt mál að hann getur farið með liðið svo Tottenham á stærsta sviðið, það verða stórir fiskar sem vilja grípa það og byggir náttúrulega að draga upp kannski öðruvísi mynd á Tottenham heldur við höfum svona kannski verið að hugsa okkur með völlinn og svona hluti sem maður svona einhvern veginn hefur haft á tilfinningunni að Tottenham kannski þurfa aðeins að passa upp á umgjöruna sína en ef að byggir hafa rétt fyrir sér sem er klárlega betur undirbúin til Tottenham heldur en ég allavega, það getur bara vel verið að Pochettino verði áfram í Norður London. Ég hef svo sem sagt það áður að mér finnst meira sem var einhvern veginn svona horfinn þetta Tottenham liða, það var svolítið svona ákveðin líkindi með bæði klúbbnum og þessum stjórum okkar manni og Liverpool og svo Pochettino og Spurs sem þetta er svona lið úr bakgrunni, svona ákveðin lokal bakgrunni sem í báðum félögum og stjórar sem virðast hafa svona bundist ákveðnum böndum við þessi félög sín, hann talar mjög vel Tottenham og er svona maður sem ver leikmennina sína og er heitfengur í öllu sem hann gerir og virðist vera svona dedicated í því, þannig að kannski er bara, við eigum að trúa formanni Tottenham klúbbs Íslandi með það að hlutirnir sé á þessum góða stað og þá kannski er örugglega ákveðið ævintýri fyrir Pochettino að vera þarna áfram. Það vill nú þannig til að ég einmitt var hérna í erindisgjörðum í kvöld og satt þar og borðaði með breskum Tottenham-vinum mínum sem eittum 2 klukkutíma að tala um hennar leik, þannig að ég er góður eftir kvöldið að bæta þessu við og hann hefði ekki náð að komast á leik en var búinn að fara á stadium tour og var búinn að fara þarna upp á þetta sitt heimakverfi og hann einmitt bara sagði, einhvern veginn tilfinningin að labba hverfið og tala við fólk var svona bara, núna erum við virkilega að fara eitthvað, núna er Tottenham virkilega og hann náttúrulega aðeins eldri ég þannig að hann svona rámaði þetta gullaldarlið sem var meistari 60-61 og svona sá restin af þeim gaurum verða klára að spila þarna, þannig að hann einmitt sagði að sko fólki er bara með tárið í augunum yfir þessu velli, hann inn í svona umhverfi sem hann gnæfir yfir allt og hann sagði bara þegar ég kom inn göttuna og sá bara stadiumið bara wow, við erum greinlega, eins og hann sagði, bara I got the feeling Tottenham is a huge club, þannig að það getur líka bara verið ákveðin breyta fyrir Pochettino í sumar allavega að fá heilt tímabil á þessum nýja velli sem er búið að bíða lengi eftir og örugglega einhvers konar breyta. En ég vona, með það sem hann segir, þá vona ég að hann hvarfli ekki svona aðan að hætta sunnudagsmorguninn, hann hef ekki unnið þennan bikar sem við að geta. En svo heyrir Birgir þá, og við höfum talað um þetta ofta áður í þessum þætti okkur, við erum mjög miklir aðdáendur Pochettino, þetta er hörku þjálfari og ég set hann allavega alveg í klassa með Guardiola og Klopp sem
sem eru þeir bestu í þessari deild, þannig að já, það sé engin spurning og hann þurfi ekkert að fara og þetta er bara verið ágætt held ég hjá okkur í þessum pælingum strákar, ég held við fyrir nú bara að ljúka þessu ef við ekki enda þetta aðeins á pælingum þá fyrir laugardagskvöldinu eins og segi, það verður og er að myndast stemming út alla bæ, það verður allt stappað líklega öllum þessum helstu pöbbum, eins og segi, það verður risatjald og Eiðistorgi, Maggi Bílslagi, hann verður þar til sýnis og með örugglega með gull, Egils gull á barnum og getur eflaust redda ykkur afslætti, nei ég segi svona, en Tottenham verður á Ölver og það verður ennþá fleira púlurum þar, er ekki þessi helstu staðir áfram, Ingvar Svensson og þeir á Amerikabar og Keiluhöllin og svo náttúrulega opið inn hjá Steina, þannig að þetta verður nóg að gera, er ekki þannig Steina, fullt hjá þér, það ferður bara með það yfir til heimis. Já, þetta bara dreifist hérna á hérna, það er hellir í hverju skúmálskoti hérna. Ég hef búin að taka þessu gutta aðeins út í Steina, það er úrvals aðstæða fyrir fótboltaáhorf. Þetta er svona karnevalstemming verður hérna á göttum úti bara, það verður bara, þetta er eins og, já, alveg verður hátíð, þetta er eiginlega allt púlarar í göttunni, þannig að þetta er alveg. Nákvæmlega, það verður kaupið Egils gull fyrir laugardagskvöldið, ég held að það sé eina vitið. Birgir, ég ætla að enda á þér. Maggi, hvernig fer leikurinn á laugardaginn? Ég ætla eiginlega að fá að segja pass þangað til í seinni upp podcast-þættinum. Ég er bara ekki alveg kominn þarna. Mér finnst erfitt ennþá að einhvern veginn að gera minnið, þannig að mér finnst ég að vilja aðeins láta líða aðeins inn í vikuna og aðeins að fá meiri tilfinningu. Þannig að ég ætla bara að þegar ég fæ þann lúxus að tala við ykkur aftur í vikunni að eiga það inni. Steini, er þú jafn mikið gunga? Maggi minn, hvað er að frétta? Ég ætla bara að taka með það bessaleyfi að spá núna og vera síðan kannski með gjörólíka spá á föstudag. Ég ætla nákvæmlega að gera hannig. Þannig að ég er svona lítið tilbaka þá allavega er ég með 2 sjansa. Ég held að þetta verði tætt leikur, alveg bara pottþétt. Þetta eru eins og við komum inn á hann, við höfum mikið álita Pochettino og við höfum enda meira álita á Jürgen Klopp, þeir eru búin að hafa alveg óratíma til að skipuleggja þetta verður alveg bara þvílíkt svona, þetta verður annar byrjar með síkilega vörn og hinn mun hugsa sig vera og lengi, þetta verður bara svona rosalegt svona bara skák einví held ég. Ég var í það þú klikkar á því, ég var samt að vonast að kynnir eitthvað annað afbrigði heldur en síkilega vörn í skák. En ég held að þetta verður samt þetta verður ekki jafn þunglamalegt og hægt og skák það sem þú býður eftir andstæðinum í 10 mínútur. Þetta verður high tense leikur og það verður menn verða fullir orku. Ég ætla að segja að þetta verði ekki leikur margra marka og ég held að þetta bara verði eins og leikirnir hafa verið í vetur. Ég held að Liverpool vinni 2-1 í restina. Hvernig spilast þetta, Birgir, í sínum huga? Já, ég er nú að vonast til að Liverpool byrja þetta bara með indverskri vörn. Við vitum ekkert skák. Nú, ok, það er annað að breiða af vörn. Það sita þér þá bara hugleiða? Til dæmis, það getur verið gott. En ég held samt ég ætla bara að snúa við það sem Steini sagði. Ég ætla að fyrir 2-1 fyrir Tottenham og Harry Kane kemur á bekknum og setur sigurmarkið, ekki bara segja á 93 eða eitthvað. Það verður ykkar anda með þetta. Já. Væntanlega með var dómgæslu. Það má kannski segja það með hvernig þetta hefur spilast í vetur, þá er kannski staðan 0-0. Það eru 10 mínútur eftir leikur fyrir 3-2. Eins og ævintýrin voru þarna undir lokinu, þá með það sem Tottenham er allan að gengi í gegnum í þessu, þá getur þetta alveg þannig fjör. Það er allan að klárt maður, ég er alveg búin að hugsa það, sama hvort liðið yrði þá yfir með 2 mörkum er 10 mínútur eftir, það verður alveg þá hvernig leikurinn verður flautaðar af sem maður er klárað því hvernig það verður. Því að ég spá. Ég gleymdi að segja sigurmarkið, það verður á 90+3 líka hjá Liverpool og það verður Hugo Lloris sem að skopur Nei. Ég tek undir spánaði Steina, það verður 2-1, það verður 90. og svona 8. mínútu eftir meðsli og verðsum, það verður sjálfsögðu Divock Origi. Það er alveg gefið.
Birgir, sko, hefur ykkur áhyggjur af spennustiginu hjá Tottenham var þetta er náttúrulega úrslit meistaradeildar og þetta er miklu stærra heldur en hefur verið í gangi í vetur og þetta er allt öðruvísi heldur til dæmis í úrslitakeppni, hvað heitir þetta, undanúrslitum og áttalegúrslitum og því sem hafa alltaf verið rosalega einvígi, ég meina það sem maður tala um það að Liverpool voru ekki líki sjálfur sér, heldur að hjálpa til dæmis að vera á móti ensku liði á þessu stigi heldur til dæmis að þetta verið Barcelona, hvað það var, hefur ykkur áhyggjur á svoleiðis, hvað var það hugafæri? Já, það gæti örugglega eitthvað hjálpað, en ég held að líka sé bara þægilegt fyrir Tottenham að þeir að fara að spila á móti liði sem í rauninni á sama stað á Tottenham, hafa ekki unnið neitt merkilegt í síðustu ár og það hefur verið verra að mæta eins og Real Madrid sem vann keppnina 3 í röð sem er bara fáránlega erfitt ég held að það sé líka svolítið gott fyrir Tottenham að fara í fyrsta úrslitaleiki sinna á móti liði sem í rauninni hefur ekki unnið þetta allan engin leikmann sem er að spila í dag sem var að spila í Istanbul. Nákvæmlega. Þetta verður áhört en eins og segið þeir búa náttúrulega kannski eitthvað af síðast töpuleg en það er ekkert just að vinna með frekar töpuðu því einvígi þannig að það kemur allt í ljós. Ég held strákar að við séum búin að tæma dagskránna í bilið eins og segið þetta er fyrri þáttur vikuna við stefnum að, er það ekki ennþá Maggi, við stefnum að þetta föstudaginn. Algjörlega. Óvanlegur tími og það verður góðu gestur með okkur þá sem að við kynnum betur síðar og þar slúttum við svo og fáum spá hjá Magga og svona þannig að við getum fyllt upp í Excel-skjali að Daniel. Birgir, þakka kærlega fyrir að vera með okkur, það eru bara, eins og ég segi, þetta er ágætt að komin í Liverpool þátt í þessari viku, þetta er risa vika. Og bara takk hérlega fyrir mig og takk fyrir boðið og bara vonandi bara verður leikurinn á laugardaginn skemmtileg fyrir bæði lið. Nákvæmlega. Við eins og segi, við þökkum fyrir í kvöld, þetta verður vígalegt á laugardaginn.